Gústaf fyrir það sem hann var að tala áðan því að hann var alveg með sömu hugsanir og ég með hérna. Það að tala kærleikan og jafnvel kærleiksleysið. Og í 1. Jóhannesarbrefi segir: þetta kærleikurinn, ekki að við elskuðum Guð, heldur hann elskaði oss og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir vorar. Og í Jóhannesar Guðspjalli 3:16 segir: því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og ég var að tala hér daginn að elska sjálfa mig og aðra og ég hef verið svo upptekin af þessu boðorði sem segir: elska skaltu náungan eins og sjálfan þig. Og hugsunin hvernig ást mín til mín væri og ást mín til annara og ekki síst ást mín til Guðs míns. Ég áttaði mig á því að elska sjálfa mig að hugsa vel mig, fara vel með líkam og anda, borða heilsusamlega mat, fara vel, biðja til Guðs, lesa Biblíuna, orð hans og hreyfa mig, stunda líkamsrækt. Ég fann líka að mér var umhugsað náunga minn. Þá fyllti það mig gleði og ró og ég var glöð í hjartanu. Frelsarinn gaf okkur fordæmi að fylgja með lífi sínu. Hann var sonur Guðs. Hann átti fullkomna ást og hann sýndi okkur hvernig á að elska. Með fordæmi sínu sýndi hann ekki andlegar og líkamlega þarfir. Meðbræður okkar eru jafn mikilvægar og okkar eigin. Áður en hann gaf líf sitt fyrir okkur sagði hann: þetta mitt boðorð, að þér elski hvern annan eins og ég hef elskað yður. Enginn á meiri kærleika en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir aðra. Og hann lýsti náunga kærleikanum einnig svo vel í Lúkasi 10. kafla. Þar segir hann okkur hvernig við eigum að koma fram við aðra með því að útskýra fyrir lögvitringi nokkrum sem vildu rugla Jesú í ríminu. Þegar hann var að útskýra fyrir fólki og lærisveinum hvernig framkoma og hegðun þeirra ætti að vera sem vilja öðlast eilífa lífið. Og í versum 25-32 segir Jesú: lögvitringur nokkur stéð fram, vildi freista hans og mælti: meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann: hvað ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Hann svaraði: elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfan þig. Jesús sagði við hann: þú svaraði rétt. Gjör þú þetta og þú munt lifa. En hann vildi réttlæta sjálfa sig og sagði við Jesú: hver þá náungi minn? Þá svaraði Jesú: maður nokkur fór frá Jerúsalem ofan til Jerikó og féll í hendur ræningum. Þeir flettu hann klæðum og börðu hann, hurfu brott síðan og létu hann eftir dauðvona. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan sama veg og sá manninn, en sveigði framhjá. Eins kom og Leviti þar að og hann sveigði framhjá. Þessa sögu sagði Jesú fyrir rúmum 2000 árum og þetta enn að gerast. Fólk lamið, barið, stungið og skotið. Þetta að gerast allt í kringum okkur. Það geisa stríðsátök víða heiminn og öll Evrópa að sameinast í stríð og þar með við Íslendingar einnig. Það virðist ekki vera mikill kærleikur eða miskunnsemi. Við opnum ekki útvarp, sjónvarp eða veraldar vefin, öðruvísi en að heyra alls konar voðaverkum. Og fólk sofandi fyrir eymd mannana. Það ekki mikill kærleikur að finna víða.
En við skulum lesa áfram það sem Jesús segir í versunum 33-37 hvernig við eigum að koma fram við náunga okkar. En samverjinn okkur var á ferð, kom að honum og hann sá hann, kenndi hann í brjóstum hann. Gekk til hans, batt sár hans og hellti þau viðsmjöri og víni og hann setti hann á sín eigin eik, flutti hann á til gistuhús og lét sér annt hann. Daginn eftir tók hann upp 2 denara, fékk gestgjafanum og mælti: Lát þér annt hann og það sem þú kostar meiru til, skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þessara 3 sýnist þér hafa reynst náunga þeim manni sem féll í hendur ræningjanum? Hann mælti: Sá sem miskunnaverki gjörði á honum. Jesús sagði þá við hann: Far og gjörð þú þig sama. Erum við miskunnsum? Látum við okkur varða náungan? Erum við lögvitringar eða samverjar? Þetta samvisku spurning. Leynast ræningjar í okkar hópi? Ég sjálf hef ekki staðið mig vel í miskunnsemi frekur margur annar. Og eins og í frásögn Jesú var aðeins 1 af 3 þessara manna miskunnsamur. Sjálf hef ég ekki alltaf verið umhyggjusöm við náunga minn. Ég hef dæmt, ég hef sett mig í dómarasæti, verið gagnrýnin á gjörðir annara. Og ég hef einnig upplifað aðra sem hafa ekki skipt sér af náunga sínum í vanda. Og ég man til dæmis þegar ég var stelpa og hefði farið til ömmu eftir skóla eins og ég gerði oft. Og pabbi kom að sækja mig þegar hann var búinn að vinna. Þennan dag vorum við að keyra eftir Skipasundinu á leið heim. Þá sé ég mann liggja á gangstéttinni og ég hrópa til pabba að stoppa, en gerði það ekki. Hann stoppaði ekki. Ég spurði hann af hverju hann stoppaði ekki. Hvað ertu að hugsa? Og hann svaraði: Ég skipti mér ekki af þessum manni. Þetta einhver vesalingur og ræfill. Lögreglan kemur bráðum og tekur hann. Þetta atvik hafði mikil áhrif á mig að pabbi minn skildi ekki stoppa og fara út úr bílnum og athuga með mannin. Hvaðan kemur hann þessi ótti, þessi hræðsla við að hjálpa náunga sínum? Jú, hann kemur frá óvinnunum, Satan, sem reynir hvað hann getur að trufla okkur. Hann situr okkur og reynir að afvegaleiða okkur. Og ég margsinnis orðið vitna því að fólk skipti sér ekki af öðrum. Og til dæmis var ég oft vitna því að konan okkur sem bjó rétt hjá mér og var mikil ólandsmanniska. Hún átti við vandamál að stríða vegna drykkju. Hún var oft á ferðinni út í alls konar veðrum. Nokkru sinnum varð ég vitna því að hún hafði dottið og lá ósjálfbjarga í vegakantinum, rétt hjá mér, rétt hjá það sem ég átti heima. Og hún komst ekki að fætur. Stundur var hún berfætt og illa til fara. Það keyrðu bæði bílar framhjá án þess að stoppa og athuga með hana og menn gengu framhjá henni án þess að rétta henni hjálpar hönd. Horfðu í hina áttina. Ég fór nokkru sinnum út og aðstofa hana og hjálpa henni á fætur og fylgdi henni svo heim. Ég var svo hissa á að fólk leti hana eiga sig og spurði nágranna mína að hverju þeir leti hana afskiptalausa og allir sögðu þeir eitthvað á þessa leið. Ég vil ekki venja hana á mig. Ég vil ekki hún fara að banka upp á hjá mér í tíma og ótíma. Hún fyllibitla og ég vil ekki sjá hana. Já, en þessi kona var nágranni minn og við vorum jafn gamlar, áttum meira að segja afmæli sama dag. Og ég fann til með henni að vera á þessum staði í lífinu, einmana og fárveikur alkohólisti. Ég hjálpaði henni oft við ýmislegt smálegt, seinna frétti ég af henni eftir ég flutti í bæinn, en við byggum á þessum tíma í nágrenni Reykjavíkur. Félagsþjónustan hafði loksins gengið í málið
og sendi hann á hjúkrunarheimil í sveit, þar sem hún komst ekki til að ná sér í áfengi. Var nánast lokuð inni. Kannski var það henni til góðs, kannski var það handleiðsla Guðs, að hún komst á þennan stað, á þetta heimili, komst í skjól þar sem var hugsað vel hana og vonandi borin virðing fyrir henni. Ég hef sjálf orðið fyrir því að detta og liggja nær í Ósalbjarga og núna síðast bara byrjun janúar. Ég datt á neðri bílaplanunni í Kringlunni smá klakablett og ég ætlaði að fara að skila innkaupakerrunni sem ég var með, en þá renn ég til og dett. Leið og ég dett, þá flækist ég í kerrunni og féll aftur á bak og fótur minn festist undir næsta bíl. Ég var smá tíma að ná fætunum undan bílnum, lá þar góða stund. Enginn kom að hjálpa mér á fætur, en ég stóð að lokum upp sjálf. Allir voru svo uppteknir, allir að flýta sér. Horfði í hina áttina og þá var mér hugsað til þessara nágrannakonu minnar. Enginn vildi hjálpa henni. Hvað maður finnur að maður einn í svona aðstæðum. Og í dag mikið af svindli í gangi á netinu. Falspóstar frá þekktum fyrirtækjum, þar sem til dæmis krafið greiðsla fyrir sendingu, með hringja jafnvel úr íslenskum númerum og reyna að koma inn á reikning viðkomandi, segja til dæmis að hann hafi unnið stóra fjárhæð. Það eru dæmi að reikningar fólks hafi verið tæmdir, margar milljónir. Og sjálf hef ég lent í svona svindli og skuldsett, þar sem var skuldsett fyrir 1,5 milljón krónur. Mér var sagt að ég hefði fengið vinning í leik sem ég fer stundum í. Ég hélt að þetta væri heiðarlegt og var spennt fyrir að fá vinning, fá smá pening. Hvert á að leggja þetta inn, var spurt, og ég gaf upp reikningsnúmerið í sakleysi mínu. Maðurinn sem hringdi sagði: farðu inn á reikningin þinn í heimabankanum eftir hálftíma, þá verða peningarnir komnir inn. Ég gerði það, en þá sá ég að það var komið nýtt debitkort í heimabankan og 0,5 milljón króna, með 1,5 milljón króna yfirdrætti. Kort sem ég sjálf ekki beðið og því síður óskað eftir yfirdrætti. Lögreglan og bankinn gerði ekkert í þessu, þeir sögðu bara við mig: þeir eru svo klárir þessi menn, þessi svindlarar, og þeir gera ekki neitt, geta ekkert gert. En það líka til gott fólk í þessum heimi sem betur fer. Það eru margir kærleiksríkir. Og ég get vitnað náunga kærleika því að ég hef upplifað mikinn kærleika vina minna til mín í erfiðum aðstæðum gegnum árin. Til dæmis get ég nefnt það að þegar ég bjó ein í nokkur ár eftir að maðurinn minn lést, það var keyrt á bílinn minn, en hann var kyrrstæður og viðkomandi hafði stungið af. Ég átti ekki pening fyrir viðgerðinni. Einn daginn hafði vinur minn samband við mig og sagðist vera búin að fá tilboð í bílinn og ekki nóg með það. Hann borgaði sjálfur það sem það kostaði. Hann gaf mér viðgerðin á bílnum. Ég eilíflega þakklátt honum og ég veit að Guð elskar hann og blessar, því Guð elskar glaðan gjafara sem sýnir kærleik sinn í verki. Aumka sig yfir fátæka ekki eins og mig. Hann miskunnsamur samveri. Ég get líka vitnað þegar ég axlabrotnaði fyrir rúmið 3 árum. Það áttaði ég mig á því hvað ég á góða fjölskyldu, vini og margar vinkonur, því allir vildu hjálpa til að gera mér lífið bærilegra. Í 7. kafla Matthíasarguðspjalls fjallað samskipti manna á milli. Þar á meðal fjallað gullnu regluna sem við ættum öll að hafa í huga. Allt sem þið viljið að aðri menn gjöru yður, það skulu þér og þeim gjöra.
Það sem er talið helst, það sem talið er að helst skýri hamingju manna eru góð samskipti við aðra, fjölskyldu, vini, vinnufélaga og samfélag. Fjöldi vinanna skiptir ekki máli, heldur gæði samskiptana. Löng rannsókn frá Harvard sýndi að góð samskipti skapa mestu haminguna, bæta heilsu og lengja líf fólks. Og í nýlegri rannsókn BBC, þar sem rannsóknarefni var hvað gerir okkur hamingjusöm og glöð, kom í ljós að þeir einstaklingar sem voru glaðastir voru þeir sem voru gjafmildastir, gáfu með sér og glöddust með öðrum. Eins og segir í Lúkasar Guðspjalli 6:38, gefið og yður mun gefið vera, góður mælir, troðinn skegginn, fleiti fullur, með lagður í skautiðar, því með þeim mæli sem þeir mælið munu yður aftur mælt verða. Og Ellen G. White segir að kærleikurinn sé jurt af himneskum uppruna og það verður að fóstra hana og næra. Ástrík hjörtu og sönn kærleiksrík orð munu gera fjölskyldur hamingjusama og hafa gjöfgandi áhrif á alla sem komast inn á áhrifasvið þeirra. Já, hún segir þetta í boðskapi til safnaðarins á blaðsíðu 128. Við eigum að koma vel fram við alla, ekki vera að bera okkur saman við aðra, dæma. Við getum aldrei sett okkur nógu vel í þeirra spor. Við þekkjum ekki allar aðstæður, eins og segir í 7. kafla Matteusar Guðspjalls, en hann hefst á umfjöllun dóm yfir öðrum. En oft erum við að gagnrýna fólk fyrir það sem við gerum sjálf. Eins og, dæmið ekki svo að þér verðir ekki dæmt, því að með þeim dómi sem þér dæmið munu þér dæmt verða og með þeim mæli sem þér mælið munu yður verða mælt. Hví sér þú flísina auga bróður þíns, en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu? Eða hvernig færð þú sagt við bróður þinn, lát mig draga flísuna úr auga þér og þó er bjálki í auga þínu? Hræsnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróður þíns. Þetta er í Matteusar 7:1-5. Sjálf hef ég reynt að temja mér þessa hugsun og gjörðir. Ég hef reynt að koma fram við aðra eins og ég vil komið sér fram við mig. Og þegar við komum vel fram við aðra er líklegra að komið sér vel fram við okkur. Þegar við eigum góð samskipti þá líður okkur betur. Eins og segir í Efesubréfinu 2:10. Við erum smíð Guðs, sköpuð í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Þegar við hjónin létum skýra sem aðventistar fyrir nokkur áratugum, þá upplifðum við frá nokkrum ættingjum og vinum alls konar leiðilegar athugasemdir það að láta skýrast niðurdýfingaskýrn. Það mátti skilja á fólki að því þóttu við vera hálf skrítin, vera orðin fullorðin og láta skýra sig upp á nýtt. Við vorum spurð hvort við hefðum séð hvíta dúfu og svo var flissað hæðnislega. Við vorum kölluð heilög og spurð hvort við hefðum fallið í yfirlið og hvort við tölum tungum. Ég sá ekki hvíta dúfu þegar ég var skýrð. Ég talaði ekki tungum og það leið ekki yfir mig. En ég var mikið blessuð og þakklátt og ég fann fyrir anda Guðs, heilögum anda hans. En ég hef einu sinni séð hvíta dúfu og það var þegar eldri sonur minn lést. Það var mikið áfall eins og allir vita að hafa mist barn á hvaða aldri sem það er. Daginn eftir dauða hans þá sá ég koma fljúgandi hvíta dúfu og setjast á snúrusturinn fyrir framan stofuglugga minn. Ég var ekki ein því dóttir hans, elsta barnabarnið mitt, var þá hjá mér og við horfðum báðar á dúfuna þar sem hún kom fljúgandi og settist á snúrusturinn.
Ég var alveg vissum að þetta væri heilagur andi, huggarinn. Og ég var svo sannfærð að Guð sjálfur hafi sent dúfuna til mín, heilagan anda sinn, til að fullvissa mig að þetta hafi verið honum til góðs og til að gefa mér og dóttir hans frið í hjarta. Og ég var vissum að þetta væri kærleikur Guðs til mín og til okkar beggja. Og ég var einhvern veginn rólegri í sorginni. Ökumaður í Þýskalandi slapp með skrekkinn nýlega þegar hvít dúfa breiddi vængi sína og hún huldi andlit ökumannsins fyrir hraðamyndavélum. Í glaðværi yfirlýsingu frá lögreglunni segir að kannski hafi afskipti hins heilaga anda alls ekki verið tilviljun og vísar þannig í dúfuna sem tákn heilags anda í kristinni trú. Við tökum táknu gilt og leyfum ökufantinum að fara í friði, segir tilkynningu lögreglunar, sem vonar samt sem áður að ökumaðurinn taki skilaboðunum að ofan og aki takt við aðstæður í framtíðinni. Það svo sem ekki gríðarlegan ökufant að ræða en ökumaðurinn var á 54 km hraða en hámarkshraðinn 30 km þarna. Þar sem dúfan hylur andlit hans og einungis hægt að bera kennsl á ökutækið mun hann að öllum líkindum sleppa með 105 evru sekt. Þar sem ekki hægt að bera kennsl á þann sem situr á bak við stýrið. Lögreglan íhugaði einnig að sekta dúfuna sem sjálf allt á miklum hraða en erfiðlega hefur gengið að hafa upp á henni. Lögreglan telur að líklega hafi hún verið að koma sér áfangastað fyrir Hvítasunnu en lögreglan sé ekki í annarri stöðu en að sýna henni miskunn. Þetta gamasöm frétt og kannski ekki viðeigandi. Ég vona ég ekki gengi fram af neinum en mér finnst vera smá lærdómur í fréttinni því lögreglan fyrirgaf manninum aksturshraðan og miskunnaði sig yfir dúfuna því var kærleikur í viðbröðum lögreglunar og vonandi lærði ökumaðurinn af þessu og virti umferðarreglur eftir það. Guð fyrirgefur okkur syndir og miskunna sig yfir okkur en það sem við þurfum að gera að fylgja honum, trúa honum en lögreglan gerði ekki þá kröfu til mannsins eða dúfunar. Lögreglan gat ekki boðið upp á eilíft líf, en hún gat fyrirgefið. Sælir eru þeir sem afbrotin eru fyrirgefin, syndi þeirra huldar, sælir sá maður sem drottin tilreinkar ekki synd. Við höfum lesið mann í Biblíunni sem gerði margt illt áður en hann var postuli. Hann skrifaði, Kristur Jesú kom í heiminn til þess að frelsa synduga menn. Og ég er þeirra fremstur. Það var Páll postuli sem skrifaði þetta. Hann sagðist að hafa verið óskynsamur og lifað í illsku áður fyrr. Og hann segir, ég þakka honum sem í styrkan gjörði, Kristi Jesú, drottni vorum, fyrir það að hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu. Mér sem fyrrum var lastmælandi, ofsóknari og smánari, en mér var miskunnað sökum þess að ég gjörði það í vantrú án þess að vita hvað ég gjörði. Og náðin drottins vors var stórkostleg rík með trúnni og kærleikanum sem veittist í Kristi, Jesú. Það orð satt og í alla staði þess verð að við því sé tekið að Kristur Jesú kom í heiminn til að frelsa synduga menn og ég er þeirra fremstur. Hann segir þetta í Tímóteusarbréfinu 1. kafla 12. og 15. vers. Og hann segir áfram í Títusarbréfi 3:5 því að þeir voru tímarnir að við vorum einnig óskynsamir, óhlýðnir, villur ráfandi í ánöð hvers konar fýsna og lostsenda. Við ólum aldur vorn í illsku og öfund, voru amstyggilegir, hötuðum hver annan. En gæska Guðs frelsara vors birtist og elska hans til mannanna, þá frelsaði hann oss ekki vegna réttlætisverkana sem við höfum unnið, heldur samkvæmt miskunn sinni í þeirri laug
þar sem við endurfæðumst og heilagur andi gjörur oss á nýju. Og mér langar að lesa hérna í Rómverjabréfið 4:7-8. Sælir eru þeim sem afbrotin eru fyrirgefin og syndið þeirra huldar. Sæll er sá maður sem Drottinn tilreinkar ekki synd. Og Jóhannesar Guðspjall 16:13. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla sjálfu sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Og í Jóhannesi Guðspjalli 14:26. En hjálparinn, andinn heilagi, sem Faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður að það sem ég hef sagt yður. Já, ég hef oft fundið fyrir anda Guðs, sérstaklega í mínum erfiðustu stundum, og þá hef ég fundið að hann er með mér. Ég hef heyrt hann segja, Guðný, trúðu, og ég reyni að fylgja orðum hans. Allt sem við gerum á að gerast fúslega, við eigum að koma með gjafir okkar með gleði og þakklæti og segja þegar við berum það fram. Við gefum fúslega af þín eigin. Þannig sýnum við að við gerum okkur grein fyrir og viðurkennum að allt tilheyrir Guði, algjörlega og öllu leyti. Guði er það unun að heiðra þá gjöf sem kemur frá elskandi hjarta og gefur því æðsta gildi í þjónustunni fyrir hann. Ef við hefum gefið Jesú hjörtu okkar, munum við einnig færa honum gjafir okkar, gull okkar og silfur, dýrmætustu gjafir okkar, æðstu hugsanir og andlegir hæfileikar okkar munu fúslega verða helgað honum sem elskar okkur og gaf sig fyrir okkur. Þetta segir Ellen G. White í ráðleggingar gegn trúmennsku. Páfinn heimsótti Filippseyjar árið 2015. Ríkisstjórn Filippseyja var þá gagnrýnd mjög fyrir að hafa flutt 100 heimilislausa fátæklinga úr miðborg höfuðborgarinnar Manila, en páfinn flutti þar predikunum af menn ætti að rétta hjálparhönd hinum minnstu bræðrum, hinum fátæku. Þingmenn kröfðust velferðarráðherra skýringar á því hvers vegna 490 betlarar voru fluttir á brott, einmitt þar á sama stað þar sem páfinn hafði viljað hitta þá sem minnst máttu sín. Þá hafi kofar og skýli fátæklingarna verið fjarlægð af ströndinni á Manila fyrir komu páfans. Talið er að 6 milljónir manna hafa flýtt á útimessuna þar þessa helgi. Það sem að boðaði miskunnsemi og meðhjálpunum fátæku. Þess má geta að rúmlega 80% íbúa Filippseyja eru kaþólskra trúar. En velferðarráðherra Filippseyinga sagði síðan að unnið sé að því að útvega 11.000 heimilislausum fjölskyldum leigufría bústaði. Það sést vel að þessari frétt hvað við mennirnir erum stundur ruglaðir í hugsun. Páfinn kom til að tala rétt hinna minnstu bræðra, að rétta hinum minnstu bræðrum okkar hjálparhönd. En eina hjálpin sem að ráðamenn áttu var að flytja þá í burtu, fela þá fyrir páfanum. Það kom heldur ekki fram í fréttinni hvað páfinn vildi eða ætlaði að gera fyrir þá sem minnst mega sín, annað en að tala það og biðja fyrir þeim. Sjálf hef ég komið til Filippseyja og það var hræðilegt að sjá hversu mikið fátækt og eymd þar enn í dag og ég efast að þessar 11.000 fjölskyldur hafi fengið frítt húsnæði. En það mikið á góðu fólki þar eins og annar staðar. En hvergi hef ég upplifað eins mikla virðingu fyrir eldra fólki eins og á Filippseyjum. Hvert sem ég fór eða kom, var ég sett í forgang. Ég var ekki látin standa í biðröð í verslunum. Starfsmaður kom alltaf hlaupandi
og lét mig fara fremst í röðina. Gamalt fólk býður ekki biðröðum. Já, ég hef verið að tala um kærleika og kærleiksleysi, kærleika Guðs til okkar mannana og Guð sem fyrirgefur allar okkar syndir, ef við aðeins biðjum hann, og kærleika okkar mannana til hvers annars. Og hvað við getum verið kærleikslaus og dómhörð. Við lifum í vondum heimi, en bráðum kemur Jesú og tekur okkur til sín og við eignumst eilífa lífið. Í Jóhannesarbréfi 4. kafla 9. versi segir: Í því birtist kærleikur Guðs meðal vor, að Guð hefur sendt einkason sinn í heiminn til þess að við skildum lifa fyrir hann. Þetta er stórkostlegu kærleikur. Hvernig nema Guð almáttugur getur gefið sinn einkason í dauðan, svo margir megi lifa. Mér langar að lokum að lesa lokavers í Salmi 730 í Salmabók Þjóðkirkjunnar, en hann heitir Kærleikur Guðs. Ó drotti minn og stæm í mildi þinni, að dómur vor sé fyrirgefning þín. Hið sanna frelsi búið sálu minni, er sonur Guðs sem bætir meinin mín. Kærleikur Guðs er eins og úthafsströndin, andvar í grasi, friðsæl heimalönd. En að lokum vil ég biðja fyrir þessum heimi og fyrir okkur öllum að við auðsunum hver öðrum miskunn, kærleika, gjafmildi og gleði, að við réttum okkur minnstu bræðrum hjálparhönd, og ég bið einnig fyrir því að við fylgjum frelsaranum, því Guð kallar á okkur hvert og eitt að fylgja sér, og hann segir í Matteusar Guðspjalli 11:28: Komið til mín, allir þeir sem erfiða hafið og þunga byrðar, og ég mun veita yður hvíld. Amen.